Góðan daginn, við erum komin hérna til að Steina Trausta. Hæ. Halló. Við heimadegur á Tígull völdum tjaldið þitt, ykkar, sem sigurvegara í keppninu okkar hérna. Eða svona áskorun til tjaldbúa hér að svona dytta að eins og er alltaf gert. Okkur fannst það svo magnað að hvað allir eru metnaðarfullir. Og í ár var tjaldið þitt hérna valið. Til hamingju. Já, geggja, takk fyrir það. Segðu okkur, var þetta hugdetta eða ertu lengi búin að pæla í þessu, hvað er málið? Já, ég var mér langa að umbylta tjaldinu í ár. Planið var með miklum áhrifum frá verbúðinni. Bara þessi geggjaði tími 1980 og ég vildi, tjaldið átti að vera þannig að var alltaf búið að plana upp í kollinum að þú ert bara að labba inn til ömmuðinnar. Árið er bara 1980. Það er bara að fá þig kleinu og því bara líður vel. Það líður öllum vel hjá ömmu sinni þegar þú ert komin og svo bara er ég búinn að vera núna í allan vetur að koma heim með fullt af dóti. Kona mín er búin að vera geðveik á mér. Ég er alltaf að koma berandi inn eitthvað nýtt, myndir, lampa, síma, rúllur í hárið hérna. Ef einhverjum vantar rúllur í hárið í kvöld. og myndir og þannig að svo erum við bara búin að plana og hún var spurði mig svo daginn alveg þú veist að tjaldið er bara einfalt, það er ekki á 3 hæðum. Þannig að hvernig alltaf koma öllu fyrir, svo ég alveg, þetta reddast bara. Og komst öllu dótinu fyrir, eða meira til? Já, það var generalpröfa bara, núna hefur tjaldið í, þá bara einhvern veginn fitta þetta allt. Og þetta er bara, það er öll smá atriði, það er kaffikannar, það er kaffibrúsinn, það eru blöð frá tímabilinu. 1980. Við könnumst öll við þetta, maður enda faðmar tjaldið mann þegar maður kemur hérna inn. Þetta er eins og að koma til ömmu og afa. Ég er nóti og ég er búinn að hendi og við erum með útlendinga með okkur kynna fyrir þjóðin í fyrsta skipti og við erum búin að hendi örugglega 1500 faðmlög og þau eru ennþá að tala um þetta, bara hvernig þetta er, móttökurnar, tjöldin, dalurinn. Bara fólk á ekki aukatekið orð, þau enga tengingu við eitt né neitt þannig að bara geðveikt að heyra, fá bara svona heiðarlegt hvernig þetta er og þetta er bara maður manns gaman, þannig að þetta er geggjað. Þetta er magna. Þetta er stórkostlegt hjá þér. Já, takk fyrir það. Hjá ykkur, þið eru nokkur kannski aðeins. Já, vinir að ferja dót frá nytjamarkaðinum í Kópavogi og eitthvað reglulegu kúnni. Já. Þannig að það eru allir að taka þátt með manni. Svo erum að tala um það er símastólir hérna. Já. Það eru stólarnir, síminn, símaskrá. Það var mikið hringt í gær. En það? Það var mjög mikið. Já. Þannig að þetta var... Þú ert líka með fótabæði sem þú ert í actually. Já, það verður frítt fótabað milli 12 og 2 í kvöld á lokandi hinum. Það þurfa örugglega margir því að halda. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er fræði, bara geggjað. Þetta er algjörlega geggjað hjá okkur. Það er útkomuna bara. Já, heldur betur. Og ég er bara að segja, við skorum á næsta ári, fleiri, til þess að fara í Vosbúð nýtjamarkaðina. Þetta er málið. Það er klálega, þetta er bara geggjað. Allavega í þessu tilfelli. Ég væri til að sjá fleiri tjöld svona gamaldags. Já, algjörlega, í svona einhverjum tímabilum, sem er náttúrulega diskotímabil í gangi líka. Já. Það er líka nokkur svona nútíma og alls konar. Það er kúrikaþema og... Það er að gegja við að taka tjaldaröldi. Það er bara alltaf eitthvað nýtt. Og það er það, og við tökum það fram, þá voru rosalega mörg tjöld geggjuð. Já, klálega, bara... Þú veist, bara, og þú veist, við veit ekki hvað voru, ef við teljum upp hérna, sýnum nokkra myndir örugglega með fréttinni hérna, hvað voru mörg geggjastlega, bara geðveik. Já, bara geðveikt. Þetta svona heillaði okkur alveg sjúklega. Já, það er bara frábært. Það er geggjað og það er allir mjög ánægðir. Það er alltaf búið að tróðið 2 kvöld í röð, þannig að og náttúrulega aðalkvöldi eftir. Og líka bara rauninni ennþá skemmtilega að segja frá því að þú veist, þú búin að vera allt árið að samka þess aðeins. Já, bara og líka gaman við að þegar þú ert komið með hugmyndina og eitthvað byrjar að þetta verður að fitta inn, þannig að maður alveg, nei, gengur ekki, þetta alveg fara og finna réttu myndirnar og þetta þurfti að vera. Drottinn blessi heimilið. Já, það er bara, þekki þetta ekki? Ég segi það. Þetta er bara nauðsynlegt á öllum heimilum. Algjörlega, það er bara þannig. Takk hérlega fyrir þetta. Já, takk fyrir okkur.